Ég heiti Ævar Jóhannesson og búinn að eiga svona tæki í tæp 2 ár. Og mér langar til að segja smávegis frá reynslu sem ég hef á að nota það. Sennilega hefur það verið fyrra sumar að þá var ég að tala við vinkonu mína sem býr hérna á höfuðborgarsvæðinu og þá fór hún að segja mér frá því að dóttir hennar væri búin að fá herpes eða sem kallað ristill á íslensku í annað auga. Og augnlæknirinn sem hún hafði farið með þetta til sagði henni þá að hún þyrfti ekki að búast við að halda sjónum á augunum nema að tapa eitthvað leit og kannski ekki neitt. Og ég sagði hann við móður hennar að mér lítist nú eiginlega ekkert á þetta og bað hann að senda stelpuna til mér eins og skot. Ég vissi að tækið sem ég er með forrit sem passar akkurat fyrir þetta. Og daginn eftir þá kom stelpan og það var eftir eitt sem móðurinn hafði sett með daginn áður og ég setti tækið strax í gang og stillti það á herpes. Það er nokkur forrit sem eru ætluð fyrir herpes sem við erum með en það eru sennilega ekki með 2 og kannski 3 sem kemur til greina að nota í hennar tilfelli og ég ákvað að nota þau öll. Og það má nú kannski gera stutta sögu úr þessu að ég gerði það og daginn eftir kom hún aftur og þriðja daginn kom hún líka en þá var helgi framöndan og ég ætlaði að gefa henni frí yfir helgina. Nú á mánudaginn þá átti ég von að fá hún sem aftur en þá kom það bara í ljós að hún var ekki heima við og heldur var hún komið til Indlands. Mér leist nú eiginlega ekkert á þetta. Jafnvel þó að ég vissi það að hún var miklu betri þegar hún fór eða þegar hún var síðast hjá mér heldur hún var þegar hún kom þá myndi ég á talið að vera eftirlegt og hún notaði tækið miklu lengur. Og hún var nokkra vikur í Indlandi þegar hún kom aftur það var allt í lagi með hana og svo talaði ég nú við hana og sá svo hann með það að hún hefði farið til augnlæknisins áður en hún fór og hann skoðaði hana og hann sagði að þetta væri sennilega allt í lagi og hann sæi varla hvar í augun þetta hefði verið. Og hún bara dreif sér til Indlands og síðan hefur hún verið allt í lagi með hana og herpesen hefur ekki komið neitt aftur og hún ánægðasta og ég talaði núna síðast bara við hana fyrir örskömmu síðan og það var allt í fínu lagi. Nú þetta með herpes. Nú ég ætla að segja frá öðru dæmi, ekkert ólíku dæmi af sjálfum mér. Það er ekki alveg 1 ár eða svo síðan. Þá fékk ég líka herpes, eða saman sem kallið er ristill. Og ég vissi nú ekkert það fyrst en ég var með stöðuga verki í kviðnum, aðra vinstra megin mínum væri. Og ég gerði mér enga grein fyrir hvað þetta var því það sá ekkert á mér eitt utan. Og ég var nú heldur búinn að tala við lækni og hann var búinn að senda mér einhverja verkjatöflur eða eitthvað svoleiðis. En svo einn morgun þá sá ég það að voru komin útbrot sömu megin á kviðinn. Og þá áttaði ég mig strax á því að þetta var herpes. Og ég fór beint í tækið og stillti það á herpes og fór að nota það. Og það gekk nú ekki síður vel í því tilfelli því að strax um kvöldi var verkurinn horfinn og hefur ekki komið síðan. Og ég notaði það nokkra daga eftir og það kom ekkert meira og ég hef ekki fundið fyrir því síðan. Ég veit ekki hvort ég á að segja meira núna.
Ég hefur notað það meira, en það hefur ekki verið eins sláandi árangur eins og í þessum tilfellum báðum. Þetta gerði svo hratt að fólk trúir því nú sennilega ekki sem ekki hefur séð eitthvað svipað þessu, því að þessi tegundu herpes verulega mjög langvarandi og getur verið jafnvel árum saman fólk er jafnvel eftir það. Og eins og ég sagði áðan að þá sagði augnlæknirinn konunni að sennilega myndi hún missa sjónina á augunum.